Komið þið sæl og blessuð. Ég ekki frá því að það sé komið föstudagur og það sjálfsögðu föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur hér á N4. Og við ætlum að byrja á því að fjalla heilsuna í þessum þætti. Það nú aldeilis viðeigandi svona í janúar þegar margir að huga að þeim málum. En hérna á mánudaginn opnar á Akureyri sjálfsrækt heilsumiðstöð og þær eru komnar hingað til mín. Það Guðrún Arngrímsdóttir og Hrafnhildur Reykjalín sem að hafa veg og vanda að því að stofna þessa stöð. Þið eru velkomnar. Takk fyrir. Takk. Hvernig kom þetta til að þið ákváðu að ráðast í þetta? Sko, við höfum verið að starfa saman núna í að verða 2 ár, það ekki? Langan tíma? Já. Já. Sko, við kynntumst í námi í jákvæðri sálfræði, gerðum lokaverkefni okkar saman og frá því höfum við verið að starfa saman. Við vorum með svona, gerðum lokaverkefni í sjálfsumhyggju, höfum haldið sjálfsumhyggju helgar og fyrirlestra. Og svona frá í þessari vegferð okkar höfum við bara alltaf látið okkur dreymum að komast á þennan stað. Við komumst að því þegar við fórum að vinna saman að við ættum ótrúlega margt sameiginlegt. Okkar bakgrunnur væri mjög fjölþættur, vanandi heilsu og við fórum okkur fannst bara svo ótrúlega gaman að vinna saman og vildum gera meira af því. Einmitt. Og þið eru að bjóða upp á svona alhliða sko andlega og líkamlega þjálfun í raun og veru, það ekki? Því að þið eru bæði heilsu, enga og markþjálfar, það ekki rétt? Jú, passar. Við viljum snerta svona öllum þáttum heilsunar og heilbrigðis og hjálpa fólki að stuðla að heilbrigði og vellíðan í lífinu. Og í stöðin okkar þá bæði þetta mæta eftir tímatöflu þar sem við erum með jóga og liðleikatíma og qigong. Og svo tekur Hrafnhildur á móti fólki í markþjálfun. Já, í markþjálfun og svo erum við líka störfum saman með heilsuþjálfun og það svona alhliða lífsstílsbreytingar sem fólk vil gera. Þannig að þá erum við að algjörlega nálgast fólk á þeirra forsendum eins og við gerum í öllu sem við gerum og erum að aðstofa fólk við að breyta mataræðinu, komast að í hvaða hreyfing henta best. Og eins og varðandi mataræði þá vitum við að það svo ótrúlega margt í gangi, það svo margt í tísku, fólk veit ekkert hvernig það á að snúa sér og þar komum við mjög sterkar inn og aðstofum fólk að finna þeirra leið, hvað hentar þeim best. Já, einmitt, af því þetta náttúrulega eins og þið segja algjör frumskógur og eiginlega ekkert rétt og misjafnir hlutir sem virka fyrir mismunandi fólk. Algjörlega og bara fólk, það svo mikilvægt að læra að hlusta á eigin líkama og við erum bara með þennan líkama, það sem við eigum eftir. Og að læra að hlusta vel á hann og hvað veitir okkur vellíðan, hvað gefur okkur orku, hvað veitir okkur ánægju í dagsdaglega lífinu. Við náttúrulega notum jákvæði sálfræðina og markþjálfunina þarna inn líka. Þetta skiptir allt máli, bara andlega og líkamlega heilsan. Einmitt, og spilar auðvitað gríðarlega mikið saman. Bara algjörlega. Og þannig að til dæmis þeir sem eru núna að ströggla við það að láta áramóta heitin verða veruleika, þeir til dæmis ættu að leita til ykkar ef fólki vantar aðstoð við svoleiðis. Bara hæl. Ekki spurning. Og hvort sem það eru áramótaheiti eða bara að koma sér á stað eða vilja gera einhverja breytingar. Og okkur finnst líka svo mikilvægt að fólk viti það að þú þarft ekki að vera á einhverjum ákveðnum stað til að byrja. Við byrjum öll einhver staðar. Þannig að á stöðinu okkar viljum að fólk upplifi þessa virðingu, öryggi, vöxt og finni sína vellíðan. Þannig að við byrjum öll einhver staðar og allir finna sína leið. Og það þarf ekki að kunna eitthvað eða vera góður í einhverju til þess að koma. Við finnum út í því saman og vöxum saman. Einmitt, fólk setur það kannski dálítið fyrir sig að það þurfi að hafa einhverja grunnþekkingu eða vera byrjað til þess að geta haldið áfram og byrjað þar að leiðandi kannski ekki. Akkurat, ég held við gerum þetta öll. Við ætlum alltaf að fara af stað þegar. Þegar ég komin í form þá ætlum ég að fara að hlaupa. Já. Og svo framvegis. Eða þegar ég aðeins leiðurinn þá get ég farið í jóga. Já. En við förum í jóga og qigong og allt þetta til þess að bæta heilsuna. Einmitt. Ekki, Hitt bara svona, og við erum, eins og þú segir, við erum öll segum það, svona smá fyrirsláttur að maður alltaf svona, setur eitthvað fyrir sig sem á svo ekki rétt á sér, kannski bara því maður þorir ekki að taka skrefið. Það sé ekki oft bara málið. Á morgun? Já. Það er líka það. En það kostar ekkert að tala við okkur heldur, þannig að bara að fólk hafi samband við okkur og spyrja okkur út í hvað við erum að gera og kynni sinna aðeins málið og svona. Já. Okkur
þætti bara vænt það. Já. Og þið eruð til húsa í Kaupangi á Já. Akureyri og væntanlega hægt að finna ykkur líka á samfélagsmiðlum og svona líka að fólk vil setja sig í samband. Við erum alls staðar þar. Við Já, erum á já. Instagram og Facebook og með heimasíðuna sjálfsrækt.is. Já. Og bara hægt að finna okkur á samfélagsmiðlunum sem sjálfsrækt. Þannig að það er ekki vandamálið að hafa samband. Alls ekki. Ekkert vandamál. Nei. Og þetta er náttúrulega hugsunastarf líka. Hafið þið hvorum sig haft lengi áhuga á þessum málaflokki? Já, bara svo lengi sem ég man eftir ég sjálf og starfað við það eins og Hrafnhildur í áratug. Já. Guðrún kemur alltaf úr íþróttasamfélaginu, íþróttakona. Ég kem að þessu þannig að heilsa mín var ekki nógu góð, veikindi og ég þurfti að gjörbreyta heilsunni, gjörbreyta minni nálgun á hana og saman erum við með töluverða þekkingu á mjög víðu sviði hvað varðar heilsu. Já. Þannig að það er ótrúlega gaman að vinna svona saman til þess að... Já, við náttúrulega förum þetta á ástríðinni. Algjörlega. Já, er það ekki að ég held að maður hljóti að fara út í svona starfi mitt fyrst og fremst vegna þess að maður hefur áhuga á ástríðu fyrir þessum málum. Algjörlega og ástríðu fyrir því að hjálpa öðrum að vaxa og blómstra og dafna. Já, það hlýtur að vera óbúslega gefandi þegar þið sjáið ykkar skjólstæðinga ná árangri. Já, algjörlega. Þetta býr svo margt í hverjum og einum og það þarf bara stundum að fá smá aðstoð við að finna það. Já. Og ég held að við séum alveg nokkuð lúknar í því. Það ekki? Ekki spurning. Eigið ykkur einhverja svona uppáhaldstíma, hvað er skemmtilegast þessu í tímatöflunni? Allt, það er allt skemmtilegt. Já, ég meina, við höfum náttúrulega bara í tímatöflunum það sem okkur finnst skemmtilegt. Þannig að við getum ekki vel á milli. Nei, einmitt. Þannig að svo er það bara spurning hvað iðkendum finnst skemmtilegt. En svo lengi sem okkur finnst gaman að kenna þetta allt, þá er það aðalatriðið. Þá skilur það sér líka, held ég. Já, og svo getur það náttúrulega breyst að það sem manni finnst kannski erfitt og krefjandi fyrst er ekki skemmtilegt meðan maður er að komast yfir það en verður svo bara með því skemmtilegasta sem maður gerir þegar maður er komin með vald á að gera það. Algjörlega. Það er bara smá áhuga fyrst og bara kynna sér málin líka. Að pröfa, að koma að pröfa eitt svona tíma og eitt svona tíma. Þetta er mjög fjölbreytt. Það var bara gaman og þú veist, hafa pínu húmor fyrir sjálfan sér í ferlinu og þora. Já, einmitt. Það eru góð loka orð, þannig að við hvetjum náttúrulega alla sem ætla að leggja rækt við sjálfan sig til þess að koma til ykkar í sjálfsrækt heilsumiðstöð í Kaupangi bara, og þið opnið á mánudaginn, bara hjartanlega til hamingju með þetta og ég hlakka til að fylgjast með ykkur áfram. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir það. Takk fyrir komuna.